og sæl og verið velkomin í þennan jólaþátt okkar hérna á N4. Við tökum þáttinn upp á þessu sinni í Hlöðinni, Litlagarði, hérna rétt norðan við flugvöllina Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í dag og meðal annars ætlum við að velja hjarta ársins sem við höfum verið í leik. Þar sem við erum að leita eftir kærleiksríkri manneskju sem hefur látið gott af sér leiða á árinu og miðbæjarsamtökin ætla að afhenda sigurvegaranum verðlaun sem dómnefndarvaldi. Já, við gerum þetta í fyrra og það tókst ótrúlega vel. Það vorum við að gefa gjafi fyrir 700.000 krónur, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis. Við ætlum líka að fjalla aðeins bækurnar. Það náttúrulega jólabókaflóðið í hámarki akkurat núna og við ætlum að fara yfir þær allra helstu. Og við ætlum að vera mjög jólaleg, við ætlum að skoða laufabrauð til dæmis og svo ætlum við að fara fræðast jólamarkaðinn hjá Beati og honum Helga sem nú árlegur. Laufabrauðsýningu á Amtsbókasafninu. Tala þess skötuna og skötuveisslurnar sem að margir bíða eflaust mjög spenntir eftir. Til líka aðeins að ræða það menningarfélag Akureyrar og nýja ráðningar í Hofi. Já, svo koma Sunna Borg og Saga Jóns hérna á eftir að segja okkur frá sínum jólum og hugsanlega einhver sem við erum að fara að gera í Reykjavík á nýja ári. Og jólamyndir frá Minjasafninu. Það hefur aðeins verið að garfa í gömlum ljósmyndum hérna frá Akureyri. Nú skemmtilegar hefðir það. Já, en við ætlum að byrja náttúrulega á því jólulegasta, það snjórinn. Já, því allra jólulegasta á hvítum jólum snjórinn. Og fengum við til okkar 2 snjómenn. Ég var að tala á það við kveiktum á vélunum að þú vilt fá snjóinn til þín upp í Hlíðarfjall, en þú vilt koma burtu frá þér sem snjómoksturs maður sérfræðingur hérna á Akureyri allavega. Það búið að snjóa alveg heilan helling að minnstakosti í bænum, en Guðmundur, þú vilt fá enn meiri snjó upp í fjall? Já, hann búinn að fjúka niður í bæ núna síðustu dögum og við viljum reyna að halda honum upp í Hlíðarfjalli en það hefur gengið ekki nógu vel en samt nægur snjór til að fara á skíði og núna þurfum við bara að fá breytta vindátt þannig að hann tolli betur. Já, fá til þess að fjúka aftur upp yfir. Já, það væri það. Eða vilt að snjó. En getur þú ekki skutlað þessum snjó bara upp í fjall? Eða það er vesinn? Þú varst að moka þetta. Þetta glott segir alveg, þú veist ekki hvað þú ert að tala um. Nei, oft ekki þessa spurningu greinlega. Ég er ekki viss að bæjarbúar eru til í að borga það, sko. Nei, það myndi kosta eitthvað. Já. Hann er alveg til í það, svo. Já. En það gerist á hverju ári þegar það byrjar að snjó og götur byrja að lokast að fólk fyrir að tala snjómakstur og hvernig hann gengur og okkur sem götur eru mókaður og aðrir ekki fyrir klukkan 8. Þegar við förum aðeins yfir bara, daginn þinn, hvenær byrjarðu? Eða byrjið þið? Við förum út svona miðnætti, sem sagt að hreinsa plön. Já. En við megum ekki byrja að moka götu bæjarins fyrir klukkan 5. Já. Þannig að það kannski snjóar stanslaust allan tíma sem við erum að moka jafnvel. Já. Þannig að það er aldrei hægt að gera öllum til hæfis og sérstaklega núna að snjóa dag eftir dag og oft á dag. Já. En hvernig stendur þið með ekki byrja fyrr? Það er eitthvað bara ég held að sé einhverjum lögum bæjarins. Já. Fólk vil kannski sofa. Já, til 5. Til 5, allavega. Já, það er alveg nógur að kvarta. En hvað til dæmis ef við bara, eins og hérna á Akureyri, hvað gerist á klukkan 5? Hvað eru marga vélar sem fara út og menn og hvernig skipulagið á okkur? Bæjarverkstjórinn alltaf stjórna því, hvar byrjað og hvar mokast. Stoppbrautirnar eru alltaf hreinsaðar fyrst og strætóleiðarnir, kringu skólana, göngustíðarnir. Þetta er svona forgangur og svo farið út í hverfin. Já. Og fólk tillitsamt? Bæði og ekki. Já. En hvernig þessi dagar búin að vera núna undanfarið? Er þetta óvenjuleg tíð? Er þetta búin að óvenju mikið eða? Já, bara það búið að vera vont veður, sko. Svo í gær var mjög hvasst og þurfti að loka naustakverfinu, í tvígang og bara báðum keyslunum inn í hverfið á annan klukktíma. Verður ekki allt brjálað þá þegar þetta nú ekki lítið hverfið? Já, samt fólk var ótrúlega tillitsamt. Það hafði áhyggjur náttúrulega af börnunum í skólanum en ég held að þetta hafi allt farið vel, sko. En með þig, það leit nú út fyrir að ætla að vera rautt bara út árið, jólin. En sko, þegar ég talaði samt við hann ennþá þegar götur voru auðar, þá sagði hann, við erum að fara að opna í desember. Aha, þú vissir þetta? Já, það er mun meiri líkur á hvítum jólum á Akureyri heldur en rauðum. Já. Og sérstaklega upp í Hlíðarfjalli því við náttúrulega bara búum til okkar eigin snjó. Þannig að við vorum aldrei í vafa að þetta eru hvít jól í Hlíðarfjalli. Eru það að nota snjógerðarvélarnar núna? Já. Það bara verður.
Og hvernig verður opið við hátíðarnar? Það verður opið 10 til 4 og byrjum semst í dag og svo helgina og fram til á 22. Og svo frá 27. og alveg í gegn. Opið á gamlársdag og nýjársdag. En með svona starfsemi þetta ekki stanslaust stress að vita aldrei hvernig veðrið verður, hvernig færðin verður, hvort það sé snjór og hvort ekki og hvort hann sé farinn eftir viku? Þetta bara hluti að starfinu. Ræðilega erfitt. Erfitt maður. Nei, þetta nú svona... Það bara varandi starfsfólk til dæmis. Þú veist, ef það lokað í 2-3 daga og þú ert með svona marga í vinnu, hvernig? Þá förum við svona sérverkefni og eftir þess að maður líður lengur á að þá verða sérverkefnin sérstakari og reynum að halda bara góðskapinu í lagi og gerum eitthvað skemmtilegt. Eitthvað nýtt í þessu í ár? Eru þið búin að vera að gera eitthvað í sumar eða á undirbúningstímabilinu til þess að gera eitthvað nýtt? Eða voruð þið í hvíld núna? Það eins og þið sé alltaf að gera eitthvað nýtt. Já, við vorum í svona ágætri hvíld í sumar og haust. Vorum að svona laga stökkpalla og þannig við þurfum minni snjó og svona tína steina og þess að það er svo sem ekkert sem enginn sér þegar hann fer á skíði yfir veturinn. En finnur þetta upp á tímiðinni eða ekki? Þegar snjórinn kemur? Jú, þetta er það. En maður getur alveg fengið leið á þessu, sko. Ég veit þú ert mikill sleðakall, þannig að þetta lítur að vera skemmtilegt fyrir þegar það byrjar að snjóa. Það er meiri vinna og hobbyið líka. Já, það er bara, veistu, maður kemst ekki í hobbyið þegar þetta er svona mikið, sko. Það sittur á hakanum, sko. Hvað er þetta, ég ótti velt fyrir mig, hvað eru margir bílar sem fara af stað? Maður er líka farin að sjá að þetta eru alla gerðir af skóflunum sem eru akandi Þetta eru svona 30 tæki sem fara, sem bærinn hefur yfir að ráða. Já, sem það fer út. Já, það er sem sagt stórir bílar taka stofnbrautirnar og svo fara heflarnir í strætóleiðirnar og svo eru gangstéttavélarnar og hjólaskóflunar. Þetta er aðeins meirinn að segja að stjórna þessu. Þetta tek ofan fyrir þeim sem að stýra þessu. Hvernig þetta virkar? Já. En að lokum, hvar kaupir fólk kort í fjallið? Þurfum við ekki að koma því á framfæri? Jú, það er náttúrulega bara upp í Hlíðarfjalli núna og bara vera jákvætt og hugsa vel um snjóinn. Já, hugsa vel um snjóinn og vel til snjósins og ekki blóta snjómókstursfólkinu mikið. Eða ferð á skíði? Það fer á snjóbretti. Já, þannig að þú hlakkar líka til að þetta væri að opna? Já, ég fer mikið í fjallir. Það er glæsilegt, þá er bara veturinn er byrjaður og snjósísónið er byrjað. Já, en 4 fyrst með frétturnar. Já. Takk fyrir. Það er góðan og við ætlum að fá Sunnu Borg og Sögu Jóns hérna bara eftir smástund.